og ég bara hugsa rosalega mikið það hvernig ætlar að búa til djúpan og ríkan efnahag og það sem ég skil ekki alveg hvernig Ísland ætlar að vera ríkasta land í heimi sem að sjálfsögðu bara ambition sem allir ættu að vera með ef við erum ekki að fá svona störf til landsins rosalega bara þekkingaðin, hugvit bara þessi fyrirtæki nákvæmlega það sem við myndir sjá eða verður í Dublin á Írlandi bara Google og svoleiðis og ég ekki að segja það að við verðum að fá Google til Íslands en einhvers staðar verðum við að horfa einhvers staðar verðum við að setja markmið útlendingar fjárfesta ekki á Íslandi ef þú horfir á útlendinga á hlutabréfamarkaði þá er hún svo gott sem engin það er einhver tilviljunarkennd en það er engin að koma á íslenskan hlutabréfamarkað bara vegna þess að þeir eru gráðugir og bara hugsa Ísland er einn af þeim mörkuðum sem ég er að fjárfesta á það er engin að koma á skuldabréfamarkað nema kannski til að spila eitthvað svona carry trade að fara í vaxtamunarviðskipti og reyna að koma sér út af krónan svo fellur. Við berjumst ekki við framtíðina. Við erum byrjaðir. Egill Almar. Hver ertu? Hvað það er frekar fyndið út af því að ég er búinn að reyna að fá einhverja stjórnarliða. Þegar ég segi alltaf, já, ég er svo upptekinn og eitthvað og ég er svona, ok. En við erum með mann sem heitir Egill Almar og það er greinilegt að þú ert stjarna ríkisstjórnarinnar í þessari baráttu það þeirra eigin sögn og þinn eigin sögn þú varst að segja það sjálfur áðan ég er að djóka þú sagðir það ekki en svo við byrjum á því hvernig dettur inn í þetta hver ertu? Já áður en við byrjum Taktum ekki nær þér áður en við byrjum þá hafa þá hreinu að við settum smá veðmál áður en við byrjum hérna Nú, já Annarkvort ég sannfæri þig eða þú sannfæri mig og við förum ekki hérna og við förum ekki úr þessu stúdíó áður Það er enda frekar fyndið sko ég er með annað þátt eftir rétt rúman klukkutíma Ég þekki hana Snærósu, hún bara býður Hún býður bara þetta er líka allir gott því að ég og Hjálmar Vilhjálmsson við settum sama setup þegar við sátum niður og við vorum í 2,5 tíma og við endum næst við erum ekki ósammála og ég hef á tilfinningunni með það sem við erum búin að ræða síðustu 20 mínúturnar eða svo að við verðum ekkert eitthvað það ósammála. Ég held allavega ekki. Ég held að við verðum alveg í grunninn sammála en hvort að aðferðafræðin í sambandi við framhaldið sé rétt, það verður örugglega helst ángreiningur. Lýstu það fyrir okkur, þú kemur að þessu hvernig? Ég er hagfræðingur og hef búið út í Bandaríkjunum núna síðustu 14 ár. Og með, ég var endar á Íslandi nokkur þar á milli en aðalega út í Bandaríkjunum og Bretlandi síðustu 14 ár. Og svo ólst ég upp líka í Bandaríkjunum. Þannig ég var svona tengingu við Bandaríkin, Evrópu og svolítið Ísland, mennskælingur og eitthvað svoleiðis. Og og ég bara sé það að þegar ég flutti til Bandaríkjanna fyrir 14 árum þá fannst mér mín tækifæri vera stærri í Bandaríkjunum og til að búa til áhugaverðan karriér, til að finna flott starf, til að bara græða mér peninga, til að fá hærri laun og þetta er alltaf sitið í mér að Ísland er svolítið lítið land og kannski það sem við þurfum aðalega að hafa áhyggjur af er bara hvað á ungt fólk að gera eitthvað sem er áhugavert. Og ég er ekki að segja það að Ísland geti nokkuð verið eins og öll Bandaríkin eins og New York eða Palo Alto eða London eitthvað svoleiðis. En það sem setur mig svolítið í að hugsa Evrópusambandið er bara hvernig getum við tekið Ísland og breytti í land sem er kannski bara góð samlíking meir eins og Írland. Þess að sem unga fólki, ég meina Írland er þannig að fólk var að fara frá Írlandi bara allan daginn eins langt og bara ég þekki sögun í Írlandi. Ekki það, ég kannski þekki hana mjög djúpt, en þetta er það sem að veit. En síðustu ár hefur það snúist við, síðustu kannski 20 ár. Og það er orðið til umhverfi, það sem er að verða til rosalega áhugaverð störf, vel borgandi störf sem eru tengdan við bara global kapitalisma. Og það er svolítið það sem ég sé á Íslandi, það sem ég hef verið í Bandaríkjunum og Evrópu, það við sé það að fólk hefur rosalega og þegar ég segi fólk á fyrirtæki rosalega tengst inn í þennan global kapitalisma bara nýtt þau tækifæri nýtt, það er tengingar peninga, smart money til að gera oft mjög sérstaka hluti og bara sérhæfða hluti og það hefur leitt til þess að það verða til áhugaverð störf, það verða til vel borgandi störf og
og mér finnst einhvern veginn við á Íslandi ekki vera að grípa það. Þú veist, við erum ekki að hugsa þessa hluti allan daginn, en þetta að sjálfsögða sem við erum að hugsa Vegna þess að þetta eina sem auðlindin sem skiptir bara mestu máli. Ekki það, þú veist, til að það á hreinu sem Evrópusinni bara mín stefna bara ekki einn einasta fisk. Þú veist, það engin að fá eina auðlind frá Íslandi. En auðlindin sem ég hugsa er unga fólkið. Bara hvernig getur þú tekið, þú veist, 20 mann sem útskrifast úr menntaskólanum á næsta ári, þetta 19 í dag, þess að skólinn styttur, eða konu, og bara sagt, heyrðu, þú ætlar að vera í háskóla á Íslandi, og svo erum við með bara ógeðslega spennandi karriérvalkosti fyrir þig, sem eru, þú veist, að grípa tækifærin í heimsafnaðurum, sem að grípa bara, þú veist, hvað gervigreindar að breytast, sem að grípa tækifæri í, þú veist, Asíu, Ameríku, Evrópu. Það sem ég sé svolítið að sko, ég meina, þú veist, útlendingar fjárfesta ekki á Íslandi. Það bara þannig, þú veist, ef þú horfir á einn útlendinga á hlutabréfamarkaði, þá hún svo gott sem engin. Þú veist, það einhver tilviljunarkennd, en það engin að komin á íslenskan hlutabréfamarkað bara vegna þess að þeir eru gráðugir og bara hugsa, heyrðu, þú veist, Ísland einn af mörkuðum sem ég að fjárfesta á. Það engin að komin á skuldabréfamarkað nema kannski til að spila eitthvað svona carry trade, þú veist, að fara í vaxtamunu viðskipti og reyna að koma sér út af krónan svo fellur. Og ég bara hugsa rosalega mikið það, hvernig ætlar að búa til djúpan og ríkan efnahag. Og það sem ég skil ekki alveg hvernig Ísland ætlar að vera ríkasta land í heimi, sem að sjálfsögðu bara ambition sem allir ætlar að vera með, og ég með líka, ef við erum ekki að fá svona störf til landsins, rosalega bara, þú veist, þekkingaðin, hugvit, þú veist, bara þessi fyrirtæki nákvæmlega það sem við myndir sjá eða verður í Dublin á Írlandi, bara, þú veist, Google og svoleiðis. Og ég ekki að segja það að við verðum að fá Google til Íslands, en einhverstaðar verðum við að horfa við, þú veist, einhverstaðar verðum við að setja markmiðið. Og verandi vera Bandaríkjunum, þú veist, ekki frá Bandaríkjunum heldur að búa þar alveg hrikalega lengi, þá hugsa ég svolítið hvernig getur við tekið í burtu stigma sem á Íslandi. Þannig að Bandaríkjumenn hugsi bara, heyrðu, þú veist, Íslandi bara einn af mörkuðum sem ég fjárfesti, þetta bara besta mál. Vegna þess að það ekki þannig í dag. Ég meina, krónan gerir það verkum og þú veist, við erum búin að vera með gjaldeyrisöft, þú veist, ég var að vinna í banka og ég var ábyrgur fyrir Íslandi, ábyrgur fyrir það sem heitir counterparty risk á Íslandi, þess að hvort við myndum tapa pening á Íslandi. Og ég svolítið þekkti Ísland rosalega vel, en ég gæti ekki sannfært fólk sem var að tapa pening af Íslandi það að Ísland væri allt í einu orðið bara gott aftur, þú veist, 2016 vegna þess að höftin voru farin eða að fara. Og en ég held að þetta sé svolítið stóra spurningin fyrir okkur. Og ég ekki að djóka það. Ég get eiginlega tekið undir bara hvert einasta orð. Hvað myndur ekki geta tekið undir þarna? Þetta í alvörunni bara, þú veist, unga fólki, bara tækifæri fyrir unga fólkin. Það það sem unga fólki. Og ég deili þessum áhyggjum að við séum að horfa upp á töluvert stærri fórnarkostnað heldur en við gerum okkur grein fyrir með þessum glötu tækifærum sem að við munum aldrei vita hvernig hefðu orðið. Þetta allt svona silent tækifæri sem glatast. Já. Vegna þess að verði ekki til, þá tökum við aldrei eftir. Akkurat. Þú veist, unga fólki sem fer til útlanda og vinnur í London og er með rosa flott laun og bara rosa flott tækifæri, við tökum ekki sérstaklega eftir því að þau eru farin. Þú veist, vegna þess að við ekki á Íslandi. Það bara Nei, þetta ég sammálaðir og ég líka svo við út af því að við erum líka til að tala já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort við höfum að taka skrefi átt að Evrópusambandinu. Þá náttúrulega, eins og ég segi, ég las líka pistaskrifin og ég hef eitthvað út af þau að setja en aftur á móti í svona breiðustrókunum og breiðumyndinni að þá erum við bara hjartanlega sammála. Bara slegið. Hjálmar tók líka höndina með síðast, ég held að séu 2 svona, ég held að séu svona 4 sem hafa tekið höndina með en nei, en út af því að við erum að tala þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og fleira, og eins og segi, ríkisstjórnin hefur alltaf verið að benda á þig, bæði Viðreisn og Samfylkingin þegar ég hef samband. Þorgerður Katrín þetta búin að segja alltaf að koma og ég held að hún muni nú standa við það, þó svo að hún hafi ekki komist í gær, þá sagði ég við Heiðu Kristínu að þetta myndi alltaf vera bara, þú veist, stúdíóð bara opið allan sólarhringinn
þannig að hún getur komið hvenær sem og ég held nú hún standi við það því að ef þú ætlar að fara út að tala við samninganefnd Evrópusambandsins á ensku að þá lítur að geta staðið undir því að vera á móðurmáliðinu með einhverjum hlaðvarstúta í klukkutíma ef þú ætlar í 3 ára samningaviðræður við Evrópusambandið þannig að þú getur ekki verið að biðja þjóðunum að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég efa hans hrætt við það. Er það nokkuð? Nei. Þá hlýtur hún að mæta. Eins og ég segi, það ég tel að það sem að Sjallan að segja að hún sé að reyna að veigra sig við því að fara í svona viðtöl sé ekki rétt, þannig að ég að hlýtur að vera hún standi við það. En svo við förum aðeins út í þessar, sko, kannski aðeins strengri mynd af þessum breiðastrókum. Já, þú ætlar að skjóta henni. Það sem ég var að segja á það. Já. Hvaða þessu ekki bara hægri sinnuð, bara, þú veist. Þetta er hægri. Þetta er bara hægri. Já, ég meina. Bara hægri.is. Eins og ég var að segja við þig, áður en byrjum að taka upp, sko, það eru, sko, reynda sumir vinstri sinnaði vinir minni sem að segjast vera hægri menn núna í dag einhvern veginn, að segja, en líka alveg einhverja hægri vinir minnir sem að segja að þetta sé rétt að skrefið. Og og þeir eru einmitt svona hægri í efnahagsmálunum. Það hefur svona íhaldið og mér hefur alltaf fundist að vera mistök að flétta hægrinu í íhald plus frjálshyggja þegar að það á ekkert alltaf við þegar þessar tvær breytur vegast oft þungt að hvor annari. Það er svona kannski aðeins heimspekilegri umræða. En út af þú nefnir þessa hluti, af hverju telur að Evrópusambandið sé hið rétta skref? Því að þegar að þeir segja sjálfur frá því að nýsköpun sé á mjög vondum stað, stærsta veldi innan Evrópusambandsins með flokk sem að segjast hefur það á sinni stefnuskrá að segja sig úr Evrópusambandinu og úr evrunni sem AFD í Þýskalandi. Já, einmitt. Og að í Draghi-skýrslunni kemur fram að fjárfestingaþörfin sé svo mikil að þeir eru aldrei að fara standundi því og Maria Louise Albuquerque viðurkenndi það bara að svo fjárfestingaþörfin mun aldrei koma upp úr einhverjum töfrahatti. Það er fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem það í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuð með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Harðfiskur sælgæti sem að nú fæst á hreint út sagt ótrúlegu verði. Þið fara núna inn á hrafnadalur@einpæling.is og færð heimsendan ótrúlega góðan harðfisk, þannig að það að gera. Senda e-mail á hrafnadalur@einpæling.is og fá þessa dýrindisvöru senda heim að dyrum. Þannig að með það við séum sammála þetta allt og þess að frumkvöla mál og fleira, af hverju Evrópusambandi? Já, sko, ég meina við höfum, það engin annar valkostur í boði. Það engin að bjóða okkur að taka upp dollar, það engin að bjóða okkur í Bandaríkin nema kannski bara Trump í framtíðinu og þá reyndar nokkuð sem það allir verði á móti því. En það engin að bjóða okkur. Værið þú líka já þar? Nei, ég var 100 á móti því það alvöru fullveldis, það ertu bara að segja, heyrðu, ég ætla ekki að vera fullvelda og það En hver munurinn? Já, munurinn sá að þú lönd í Evrópusambandinu eru fullvelda. Já. Ég bara, hefur komið til Frakklands, hefur verið á Ballstíl-deginum þegar þeir bara, eru með herinn allstaðar og eitthvað svoleiðis. Þetta er fullvelda lönd á öllu leyti. Og hugsaði til dæmis Danmörku, ég meina, við tölum okkar frelsisstríð, ekki frelsisstríð, en okkar frelsi gagvart Danmörku. En ég meina, þeir gengu í Evrópusambandið. En ríkin eru líka sjálfstæðir. Ríkin í Bandaríkjunum, Texas nú bara one star state. Það enda þannig í Bandaríkjunum að ríkin eru sjálfstæð að því leyti að þangað til að alríkið segja það sé ekki þannig. En alríkið miklu stærra. Alríkið 30 svona stærra hlutfærslega en Evrópusambandið og skiptir sér miklu meiri hlutum. En það var ekki alveg spurningin sem þú spurðir. Nei. Þú spurðir svolítið af hverju Evrópusambandið ef þetta það sem ég að hugsa um. Já. Og svarið bara einfaldlega það að global kapitalismi í Evrópusambandinu. Bandarískir fjárfestar til dæmis, þeir fjárfesta meira í Evrópusambandinu en á nokkrum öðrum stað í heiminum. Evran heimsmynt. Þetta gefur okkur aðgang að þessum klúb sem þessi stóri global kapitalisma klúbur sem við erum að svolítið partur af mörgu leyti en í raun krónan, höftin, sagan hafa gert það verkum en við erum það ekki.
Þannig að þetta er okkar aðgangur sem í boði. Og það vissulega rétt að Evrópa 1000 mismunandi hlutir, en það þetta 450 milljón manns. Þú veist, AfD í Þýskalandi til vandræða og það ekki sérstaklega gott. En fyrir mér Vegur það ekkert inn í sem breyta hjá þér að þú veist að vilja tala fyrir inngöngu og tala styrki sem felst í því að taka upp evru þegar að stærsti flokkurinn í mikilvægasta landinu að tala fyrir því að ganga út úr þessu. Þetta samt ekki stærsti flokkurinn að því leiti að hann ekki ríkisstjórn, hann stjórnar ekki landinu. Hann stærsti flokkurinn samt og alltaf að stækka og stækka. Var hann stærsti í síðustu kosningum? Nei, í síðustu bara kosningar könnunum og pluss það, þá nær hann alltaf meira í kosningum heldur hann nær í skoðanakönnunum. Nei, þú veist, ef heiminum breytist á öllu leiti frá því sem hann í dag, þú veist, í einhver svona átt sem AfD vill, þá það vandamál. En þú veist að það líka vandamál bara óháð því hvort við í Evrópusambandinu eða ekki. Já, en það meira vandamál ef við værum að fara þarna inn á sama tíma og þetta var að gerast. Sem ég tel að vera nokkuð fyrirsjáanlegt eins og með Marine Le Pen að vera stærst, Orbán svona... En þú veist að í svona heimi, þá eins gott að reglur séu, þú veist að Ísland hefur og það lítið vald í heiminum. Þú veist, við erum ekki með hér, við getum ekki ákveðið hluti bara á hátt sem bara power. Þú veist, við erum ekki eins og Bandaríkin, við getum ekki bara sagt, þetta svona. Af hverju, vegna þess að við segjum það, við erum hér, þetta bara svona. Eina leiðin sem við fáum til þess að segja hluti bara, þetta eru reglunar, þetta eru lögin, þú veist, þetta forsendunar, við erum partur af einhverju samstarfi hérna, þú veist, NATO hjálpar okkur það til með, við erum partur af NATO, þannig að þetta bara eitthvað sem ekki gert. Þannig að ef heimurinn að fara í átt, sem þú ert að lýsa hérna, sem að Trump þú veist, í Bandaríkjunum og Marine Le Pen og svo AfD í Þýskalandi og svo örgulega, þú veist, Orbán kemur kannski aftur. Það náttúrulega gamall, skulle ekki segja það kannski. Men þá eins gott að bara law and order í heiminum sé til staðar. Og það það sem Evrópusambandið var búið til að gera og gerir í raun og veru. En væri betra að vera með myndina sem að væri þá í uppnámi? Já, sko, þetta heimsmynd. Þetta sú heimsmynd sem við höfum valkostum. Og ég held að það sé betra fyrir okkur bara byggt af allir í sögunni, öllu því sem við séð. Get ég sagt það ef allt fer í rugli í framtíðinni að það verði betra. Ég bara veit ekki hvernig ég ætti að gera það. Þú ert að setja svolítið forsenduna bara, ef allt fer í ákveðna átt sem bara svolítið klikkuð, þá ekki gott að vera í heiminum. En ég skal lofa þér því að Ísland líklega bara lengst neðst á listanum sem græðir að þeirri stöðu. Við myndum, aðgangur á mörkuðum, bara Marine Le Pen segir bara, við viljum bara franskan fisk. Þú veist, AfD segir bara, við viljum engan útlenskan fisk. Það var svolítið klikkað til að heyra það. En það sem Evrópusambandið gefur okkur að sko, þú veist, ef þú vilt taka þátt í því sem ég var að tala um á hann, þú veist, því að fyrirtæki sjáu bara engan, þú veist, barrier of entry inn í Ísland. Þá það sem Evrópusambandið hannað til, það bara það sem það var búið til að gera. Ekki, þú veist, upprunalega var það kannski aðeins svona grinnra, en þú veist, örgulega frá 1970, það var það bara kjarnin í því sem Evrópusambandið að gera, bara að segja, við erum Evrópa, þetta global kapitalismi, þú veist, hérna eru reglunum fyllt, hérna bara, þú veist, bara ákveðin stimpill sem segir bara þetta good shit. Og þetta verður virkað. Ég meina, þú horfir á, eins og ég segi, bara sérstaklega Írland. En horfum á lítið lönd í Evrópu, þú veist, horfum á Danmörku, horfum á Luxemburg, horfum á Svíþjóð, horfum á Pólland. Þú veist, Pólland var land sem var kommunistaland fyrir 30 árum. Og í dag það bara þannig, ég var í Varsjá síðustu viku. Ég meina, þú veist, bara startup fyrirtæki alls það bara, þú veist, Microsoft stóra skrifstofu þarna. Þú veist, það bara þannig að þeir bara fengið stimpil sem segir bara, þetta bara do business staðurinn. Og það svolítið kjarnin í þessu, að Evrópusambandið snýst það svolítið bara hérna gott að gera business. Já. En, þú finnst á Draghi-skýrsluna, það alveg rétt, það ákveðin menning í Evrópu sem allt öðru en í Ameríku. Ameríka ógeðslega can do. Bara gerum það, alveg sama. Evrópumenn eru latari. Já, sko, ég myndi ekki kalla það latari, það ákveðin menning sem segir bara að það ákveðin gildi. Þú veist, í Bandaríkjunum það þannig að, það gróft að kalla kannski heimsálfu lata eða ekki. Já, hún latari heldur en Bandaríkin. Ok, við skulum bara gefa okkur það, Bandaríkin vinna meira. Steindrafrí, já. Þeir eru meira aggressífir. Í Bandaríkjunum það bara þannig að, þú veist, ef peningurinn segir það,
ef þetta gefur meiri pening þá það bara það sem rétt en í Evrópu þá það þannig að við erum með svo djúp gildi sem segja að herðu hvað segir peningurinn? Ok, skiptir kannski einu máli en svo erum við alltaf gildum þessi rétt og þetta eitthvað sem á Íslandi ég bara tek eftir því allstaðar að við erum alltaf að hugsa hvað rétt að gera í stöðinni eitthvað sem ekki raunin eins í Bandaríkjunum þannig að ég sé svolítið að við erum bara nákvæmlega svo Evrópa þessu leiti við erum ógeðslega íhaldsöm og með þessi gildi en svo það líka þannig að Draghi-skýrslan fjallar hún fjallar samkeppnishæfni hún fjallar aðalega innri markaðin hún fjallar aðalega það sem á innri markaðin að gerast Já, nei, það unni skýrsla Enrico Letta sem að einbeiti sig fyrst og fremst að innri markaðinum Draghi-skýrslan tekur á miklu stærri þáttum algjörlega, stærri þáttum og líka til dæmis eitt sem hún tekur á sem kannski ekki beintpartur á Evrópusambandinu líka bara fjárfestingamenning það sé meiri fjárfesting í debt lánengurum en equity, meðan í Bandaríkjunum þetta allt equity, bara setur equity inn í fyrirtækin og segir bara, go, látið það ganga það sem hann að segja að við þurfum, að Evrópumenn þurfa að breyta því, það að setja equity bara í forgang, það að setja meiri peningin í þetta inn í nýsköpun og ýmis fyrirtæki og bara fjárfestingu en Ísland nákvæmlega eins að þessu leiti þá Ísland ekki eins og Ameríka Ísland eins og Evrópa þannig að við tökum reglunar megnið af þeim sem hann að hugsa sem snerta innri markaðin við tökum þær allar ekki með ES en svo það líka þannig að menningin eins þannig að það sem Draghi að kenna okkur hann að segja að þið verðið bara að gefa í og vera eins og silikondalurinn og ég alveg 100% sammálaði en það ekki lexía bara til Evrópu, lexía til allra Evrópu líka okkar. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú þarft til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögin núna í haust eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig að þú þurfir ekki að vera að huga þig þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Þannig að sko Já, ég þú veist, alveg rosa mikilvægt fyrir Evrópu en svo það líka þannig að sko þú veist evrópskir kapitalmarkaðir eru ógeðslega djúpir en svo það líka þannig að Evrópa og Ameríka eru í raun einn kapitalmarkaður að því að leiti að Ameríkanar fjárfesta ógeðslega mikið í Evrópu en svo það líka bara ennþá víðara þannig að heimurinn í raun einn kapitalmarkaður þannig að þú hugsaður sko hvar fjárfestingin að koma í Bandaríkjunum ég meina eins og hvað heitir kóriðumadurinn Japanin sem fjárfesta í WeWork það stóluðu mér Sun Son sem Masayoshi Son og hvað heitir fyrirtækið aftur? Softbank Softbank þeir stofnuðu sjóð þar sem þeir tóku pening frá Sádi-Arabíu minna en það verið $1 trillion eða eitthvað svoleiðis og fjárfestu í startup, í gervigreind í fullt af hlutum, þetta aðeins gamalt sjóður þannig að kannski minni gervigreind þá og svo núna stofnir hann annan sjóð og hann bara fær pening allstaðar úr heiminum þannig að kapitalmarkaðir Evrópu eru mjög stórir alveg 100% ég meina farðu til Munich og bara sjáðu ríka fólkið þetta fólk á svolítið mikið peningin inn á sparibók en svo það líka þannig að Evrópumenn og þetta er eitt sem Draghi í raun var að segja þeir spara of mikið og þú horfir á hvað Evrópumenn gera við peningarna sana þeir spara svo fer hann svolítið mikið til Bandaríkjanna þannig að ekki bara kapitalmarkaðir risastórir í Evrópu og það risastór tækifæri að fá aðgang að því heldur það líka þannig að sko bara heimurinn einn stór kapitalmarkaður og bara hugsaðu þú veist, þú ert að fara að pitcha fjárfesta tökum það bara núna ég fjárfestir í Hong Kong ég á ógeðslega mikið af peningum þú veist, þú ert með rosa flott fyrirtæki eitthvað bara sem gengur en þú ert að tekjur í krónum við erum að pitcha bara þetta svo flottur business við erum að fara að gera þetta og þetta arbeidnin svona ég sammálaður, hann þyrfti að vera tölvöld flottari og svo bara svo segir þú bara svo eru tekjurnar í krónum og ég þarf aðeins að útskýra þetta fyrir þig sko
krónan algjör snild, við erum að leysa allt hérna sem, við erum með verðtryggingu, við erum með óverðtryggt, við erum með verðbætur. Förum við það eftir svona, leið mér að bregðast við hérna svona breiðustrókunum. Við getum algjörlega, ég var fjárfestin í þessu, við getum algjörlega fjárfest. Já, ég skal koma. Þú bara missir herbyggið. Hefurðu séð hérna á svona Instagram, svona ungt fallegt fólk að segja þér hvernig þú að klæða þig sem old money eða new money, hefurðu séð þetta? Já, ég sé það. Já, ok. Evrópa old money, þar sem að framleiðsla á fjármagni verður verri og verri og það ástæðan fyrir því að Draghi yfir sérstakar áhyggjur af því að sparnaður fyrir Evrópubúa eru 1400 miljardar evra á meðan þeir eru í kringum 800 miljardar evra í Bandaríkjunum sem töluvert minna en það út af því að framleiðsla á fjármagni töluvert meira bundin. Og sparnaðurinn fer í hluti sem eru ekki equity, það fer í allt sama hluti. Nákvæmlega, þess vegna ég að tala um old money, new money. Alveg klálega. Og ég nefnilega áttaði mig ekki á því hver ágreiningurinn var út af því að fyrir kringu 2017 þá var ég sammála því að ganga inn í Evrópusambandið og það var á og þessum 2027? Nei, við erum að taka það hérna, við erum að takla þetta saman en vandinn sá að á þessum 10 árum hefur Evrópusambandið drappað svolítið niður að eigin sögn. Nýsköpun ekki eitthvað sem að fyrir hendi ég talaði við forseta sölusviðs Nvidia fyrir nokkrum dögum og hann sagði bara ég skil ekki hvernig eitthvað dettur í hug að vera farin í Evrópusambandið út af því að við erum ekkert að horfa til Evrópu, talaði við Birnu Ósk þegar að þeir voru með hollenskt fyrirtæki að huga því hvar þeir ætluðu að fjárfesta í nýjum höfnum. Hún sagði bara einfaldlega okkur datt ekki í hug að horfa til Evrópu út af hagvöxtur í Evrópu en ekki koma til með að aukast. Ástæðan fyrir ég nefni þetta að ég var sammála þér í þessum svona rómarsáttmála pælingum þar sem við myndum strömlínulega ferla og bæta kerfin til þess að þau myndu verða betur til þess fallin að bæta viðskipti, þar að segja að viðskiptakostnaður væri sem minnstur þannig að sem mestur hagnaður væri að hver fjárfestingu verið sig. Hins vegar þegar við tökum svo Lissabonsáttmálan inn í þetta, þar sem að Evrópusambandið sem kemur þannig árið 2007 ákvað að fari þá átt að gera þetta meira svona pólitísk alþjóðlegu kerfi. Ég fór á rökræður Jónas Hagan, Diljá Mist Einarsdóttur, Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og Hjálmars Vilhjálmssonar núna fyrir 2 dögum og þá var bara fekk ég smá svona uppljóm bara þarna að þetta ástæðan fyrir því að ég ósammála jásinunum. Það ekki út af því að ég sammála öllu eiginlega sem að þú ert búin að segja í samhengi við fjárfestingaþörf og nýsköpun og unga fólki og fleira. Hins vegar að þá til ég að Evrópusambandið sé alls ekki leiðin fram á við út af því að ef að þessar breytur verða fyrir hendi að þá verður það einmitt út af því að við erum að koma okkur frá kerfum eins og Evrópusambandið að þróast í þar sem að mismunandi sérhagsmunir, mismunandi landa og neitunarvald veldur því að þeir ná ekki að vinda ofan af því regluverkafarkanir sem þeir eru búin að skapa. Þú nefndir í nýjustu greininni Guðmund Fertram, ég var á fundi með honum helgina á Ísafirði, þar sem ég var einmitt að ræða við hann bara, og hann hefur sagt þetta opinberlega reynda líka að ástæðan fyrir því að hann þurfti að fara til Bandaríkjanna var út af því að það var ekki eftirspurn eftir hans vöru í Evrópu og það var ekki út af því að varan var ekki góð heldur var það út af því að varan hafði ekki nægileg aðgengi að mörkuðum út af því að frelsi Evrópuþjóða bara orðið allt og lítið hvað var það viðskipti. Þess vegna og líka út af því að við erum að tala viðskipti núna til dæmis á morgun Hilma Veiga Pétursson að fara að tala á fundi áfram Ísland. Þeir sem hafa svona verið helstu frumkvölar á Íslandi hugsa með sjálfum sér, það verða ekki fjárfestingar í Evrópu og framþróun í Evrópu í nýsköpun verður bara ekki fyrir hendi. Takk það, þú sagðir þetta mjög marga hluti. Já. Þú þurfa að hjálpa mér að muna svona punkta. En varandi Birnu Ósk, hún algjör snillingur, hún 40 minn. Já. Og það sem hún var að gera í Evrópu var að hún var að taka evrópskt kapital og fjárfesta því út allan heim. Já. Old money. Vegna þess að Evrópa það alveg rétt hjá Evrópa eldri en Bandaríkin. Hún eldri að meðaltali og það líka partur af því sem Draghi að tala að vegna þess að hún eldri þá það þannig fjárfestingu að þegar þú ert eldri og ert að fara að hætta að vinna þá vilt ekki vera algjörlega í því áhættusæknast það vegna þess að hvað gerist þegar markaðurinn fer niður og svo hækkar ekki aftur fyrir náttúrulega bara dáin ert við það að hætta að vinna 20 ára ætlar að nota peningin hvað markaðurinn fer niður í 15 ár þess vegna ertu í skuldabréfum og einhverjum svona í eldsömu meðan þegar þú ert ungur þá ertu við meira áhættusæknum og getur tekið meira áhættu. Evrópa vissulega eldri en það ógeðslega stóri kapitalmarkaðir eins og þú segir og þeir verða að breytast en það tækifærið fyrir Ísland
vegna þess að Ísland yngra, við erum yngri og þeir staðir inn á markaði sem svona ógeðslega stór með svona ógeðslega mikla peninga sem sem geta nýtt þetta kapital. Ég meina, hugsaðu þeir bara á Íslandi. Hvernig það út sprotafjárfesti í dag? Þá ertu að tala við allt gamla fólkið sem á rosa sjóði sem veit ekki hvað á að gera við það. Þannig að þetta tækifæri fyrir þá sem að grípa tækifærið og hugsaðu hver að gera það í dag í Evrópu. Það Austur-Evrópa. Austur-Evrópa er yngri en Vestur-Evrópa. Ýmis ástæðum. En fyrir Ísland þetta líka tækifæri. Þetta algjört tækifæri. En ég myndi líka bara ekki hugsa það svona. Hugsa þetta ekki út frá því sjónarhorni að það snúist bara hvað við ætlum að gera í Evrópu. Það snýst það hvaða stimpil við ætlum að fá á okkur. Stimpil sem við erum með á okkur núna þannig að útlendingar fjárfesta ekki á Íslandi. Við vorum með gjaldeyrishöft. Jafnvel þótt við farin, þá þetta ekki nýr heimur. Fólk man alveg fortíðina. Við frakkar eiga Mílu, það eru fjárfestar að fjárfesta í landi hérna fyrir austan. Ég er bara að skoða tölfræðilega, þá þrátt fyrir að sé einhverjur útlendingar á Íslandi, þá það miklu, miklu minna en, þú getur mælt til dæmis sem bara hlutfalla þjóðarframleiðslu, miklu minna en þau lönd sem við viljum bera okkur saman við. Og eins og til dæmis með Írland. Írland með 200% þetta foreign direct investment delt með þjóðarframleiðslu, meðan við erum 30%. Þetta fyrir lítið land rosalegt að hafa hérna. Og það að það séu svona djúpir markaðir, jafnvel þótt fólki sé eldra í Evrópu, þá Evrópa ekki, hún ekki við það hægt að vinna. Hún aðeins eldri en Ameríka en hún samt, eins og þú segir, með rosalega peninga. Það tækifæri fyrir okkur. Vegna þess að þú inn á markað sem virkar og það rosalegt framboð af fjármagni og þú með tækifæri. Þetta snýst allt það sem við vorum að segja áðan. Bara ímyndarinn að pitch sem við vorum að tala áðan að þú mætir til fjárfesta og segir bara, ég með rosalega flott fyrirtæki. Ég að gera rosalega góða hluti. Bara, hérna fjármálamódelið, bara horfðu á breytunar, þetta alvöru hlutir. Og svo ertu, þú fer einhvers staðar til Munich og segir, heyrðu, þeir við rosa sjóði við erum nýji staðurinn, settu peningar hingað. Hugsaðu hvað peningar koma í Palo Alto. Þetta frá Asíu. Asía líka svona gömul. Bara örsnögt. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir í heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Út af því að mér finnst þetta sérstaklega skemmtilegt. Út af ég vissi ekki hvort þú væri toppmaður. Ég var ekki búin að gefa mér og væri það ekki, en ég var alveg svona tilbúin að ég ætla smá fighting með hann. En mér finnst þú bara alveg toppmaður. Ég gallar eins og allir þær. Já, það gott að ég sé það ekki. Nei, ég það líka. Það sem ég reyna að velta fyrir mér, ég bókstaflega að reyna að skilja. Þínar svona tillögur eru allar bundnar við það að við tökum upp samkeppnishæfan gjaldmiðil, eins og þú myndir kalla. Algjörlega. Okay. Og evran það. En eins og með Þátt fyrir allt. Já, eins og með Guðmundur. Nei, Guðmundur Kristjánsson nefndi núna í Silfurinu bara, heyrðu, við getum bara tekið upp bara danskan gjaldmiðil á morgun ef okkur sýnist það. Okay. Eitthvað í regluverki Evrópusambandsins sem að þú telur að við verum betur sett með? Tæklum, þú voru að minna mig á Guðmund Fertram svona spellamann. En ég reynda það ekki hann Guðmund Kristjánsson. Já, Kristjánsson, Guðmi Breim. En hann var að tala einhliða upptöku gjaldmiðils. Man gerðist í efnaðishruninu. Það var... Ekkert mjög vel, ég var 16 ára. Ok, ég var 19 ára. Ég var 22 ára og ég var endar Ásgeir Jónsson var að gera með bankar og peningar. Nákvæmlega þetta allt var að gerast. Það var virkilega gaman. Þetta var kvöldtími og hann var bara á daginn í Arjón, Arjón þá, hann Kaupþing. Og hann var bara á daginn rosa stressi og svo kom hann til okkar og settist bara og var bara þreyttur, bara leiður og var að segja okkur hvað var að gerast. Þetta var rosalega tímar. En
Það verður svakalega sögulegi tímar. Þetta var Skólatímar líka, ekki tímar. Skólatímar. En það er vissulega ýmislegt sem gerist í hruninu. Eitt af því stóra sem gerist í hruninu var það að bankanir voru með rosalega miklar eignir og skuldir í evrum, dollar og bara erlendu gjaldmiðlum almennt. Og burtséð frá því hvort bankanir hafi ferð á hausinn nákvæmlega þann dag. Það er með þannig að straumur, það er ekki augljóst að hann hafi ferð á hausinn, hann var fyrir lausafjárþörf. Sem að þannig að hann þurfti að borga ákveðin skuldabrif í evrum eða dollarum eða hvað sem það var og bara átti ekki evrur eða dollara. Svo bara kemur áhlaup. Áhlaup. Og þetta var það sem var að gerast í öllum heiminum. Bankar allstaðar hættu að lána til hvers annars, þannig að millibankamarkaðurinn fraus og þeir urðu eiginlega allir fyrir bara rönn, hálfgerður rönn, þeir þurftu að fjármagna sig og það sem allir bankar í heiminum gerðu var að þeir fóru til síns seðlabanka, komu með eignir, sögðu bara, við erum bara í góðum málum, við eigum fínar eignir, hérna eru eignirna sem við, gefðu okkur lausafé og þetta er sem seðlabankar gerðu allan daginn. Bandaríski seðlabankin stækkaði sinn efnahagsreikningum, ég bara veit ekki alveg klikkað og evrópski seðlabankin líka og það sem gerðist alveg á Íslandi var það að þrátt fyrir að íslenski seðlabankin hefði getað lánað í krónum þá gat hann ekki lánað í dollarum eða evrum eða neitt svoleiðis. Þeir ákveða að lána Kaupþing held ég $500 million sem svona, þeir ákveða að bjarga honum en ekki öðrum, þannig að þeir höfðu trúið því að það myndi virka. 300 milljónir. Já, eitthvað svoleiðis. En í endanum var það þannig að allir bankarnir fóru á hausinn út af lausafjárþörf. Þeir átti ekki lausafé í erlendi gjaldmiðil. Ef þú tekur upp einhliða gjaldmiðil, það sem þú gerir er að þú segir bara, íslenska krónan er hún ekki til, þið fáið að skipta því öllu fyrir dansku krónuna eða dollar eða skiptir ekki öllu máli hvað það er. Og þú eru að fá þann pening. Þannig að Ísland á einhvern pening, það getur alveg skipt út peningum, seðlum sem fólk er með í veskinu. Og svo getur það vissulega gert það í bankanum. En þá þýðir það að allar eignir og skuldir bankana eru í þeim gjaldmiðil. Dollar, segjum þessu dollar. En seðlabankin getur ekki prenta dollara. Hann á kannski einhverju sjóði, en hann getur ekki prenta dollara. Sem þýðir það, ef það verður lausafjár þörf, ef það verður einhver vantrú að því að bankakerfið geti borgað út þennan pening, þá er hann ekki með seðlabanka fyrir aftan sig sem er lender of last resort. Og fyrir land sem bara lendi í því að Ísland fór á hausinn út af því að Ísland var ekki lender of last resort fyrir sína banka, við getum ekki tekið upp annan gjaldmiðil þar sem við erum ekki með lender of last resort. Og ég skoða þetta svolítið fyrir þau ríki sem hafa gert þetta. Það eru ríki sem hafa tekið upp einhliða evru og dollar. Og vissulega þau sem hafa tekið upp evru eru svolítið mikið svona San Marino og eitthvað svoleiðis sem kannski þeir eru kannski bara í raun dalur einhverstar en það sem er eiga sameiginlegt er að það er ekki stórt bankakerfi í þeim löndum. Þannig að ef þú ert land sem er ekki með stórt bankakerfi sem er til með, eins og Vatikanið getur verið með evru alveg 100%, skiptir einhver máli vegna þess að aðal bankanir eru bara ítalsku bankanir. En fyrir Ísland er það ekki þannig. Við þurfum eina leiðin til að gera vera að flytja okkar banka til útlanda og bara hafa það bandaríska banka eða eitthvað svoleiðis. Ég held hins vegar að fórnarkostnaðurinn af því að taka upp regluverk sem Evrópusambandið sjálft segir að... En við erum hvort sem er að gera það. Já, ekki að fullu. Og við erum ekki að taka upp að fullu. Og ég held að það sé bara hver einasta prósenta vegur þungt þar, sama hversu mikið við erum að taka upp. En hugsa þess að ég held að fórnarkostnaðurinn af því að taka upp restina regluverki Evrópusambandsins sé töluvert meiri heldur en það ef við myndum bara taka upp þessa samkeppnishæfu mynd sem ég er sammálaður en við værum þá bara að reka gjaldeyris varasjóð. Við bara getum það ekki. Akkur ekki? Vegna þú getur ekki, íslenska bankakerfið er eitthvað 130% af þjóðarframleiðslu og þú þyrftir varasjóð sem er svo stór. Akkur, hann þyrfti ekki að vera stærri heldur en þeir sem að verja krónuna. Ég meina, fyrir land sem fór á hausinn út af því að við gátum ekki lánað Þess vegna erum við með svona drjúgan gjaldeyrisvaraforða. Það þýðir líka það að bankakerfið getur ekki stækkað. Af hverju ekki? Vegna þess að þú þarft að vera lánveðin til þrautavara og eftir því sem bankakerfið stækkar þú ert bara að ábyrgja stærri og stærri hluti og það er ástæðan fyrir að við gengi fyrir ákveðin lönd er vegna þess að þau eru fyrsta lagi mun vanþróaðar en við, þau eru með slæri þjóðatekjur og okkur svoleiðis og það eru annarkvort með mjög lítinn eða ekki með bankakerfi eða bankakerfi sem er þannig að bankanir eru dótturfélag banka sem eru inn á svæðinu sjálfu sem er með myntina.
Ég hef nefnilega pælt í þessu ógeðslega mikið vegna þess að þetta væri svo algjör snild að geta bara tekið upp annan gjaldmiðil eins og ekkert sé. En kostnaður við það og áhættan, hún þannig að það myndi enginn leyfa sér það. En værum við ekki betri stöðu á þínu mati með þær forsendur sem þú ert að leggja upp með ef við myndum gera það heldur en að vera með íslensku krónu? Hvert En sko, strax og þú segir við fjárfesta, jú, við erum með dollar eða við erum með evru, við erum það tókum upp einhliða og þú veist, Seðlabanki Evrópu reyndar ekki til staðar eða Seðlabanki Bandaríkjanna ekki til staðar, ef það gerist eitthvað, þá bara fara þær að hugsa, þetta ekki það sem gerðist í efnaðisunu? Af hverju á ég að treysta því að þetta gerist ekki aftur? Þannig að þú ert ekki alvörun með myntina. Ef þú ert ekki með Seðlabankan sem að taka þátt í því að vera lánveitandi til þrautavara, þá bara ert ekki með myntina. Þú veist, eini valkostur okkur Íslendingar við erum með 2 valkosti. Íslensku krónuna, við erum með fullt af valkostum, við getum bara endurnefnt hann eitthvað. En þú veist, fyrir utan það, þá bara erum við með valkost, það íslensku krónuna eða evru. Það engin alþjóða mynt að bjóða upp á það að það sé tvíhliða upptaka, þar sem þú færð bara Seðlabankan úr því landi eða af því svæði sem þinn Seðlabanka. Það bara ekki að bjóða upp á það. Og það vissulega réttið að þú getur sagt, já, við getum alveg gert það og við erum að taka smá áhættu en við getum bara, við erum með rosa sjóðu og eitthvað svoleiðis. En pólitíkin, það ekki credible. Við erum ekki credible. En á hverju segir Gummi Brynn það? Og á hverju segir Heiða Guðjón? Þetta menn sem maður tökum marka. Já, ég veit ekki á hverju þið segir það. Ég bara veit að ég alveg ekki. Kannski þið svona heimskir. Ég ekki sens að ég segi neitt svoleiðis, en ég veit alveg ekki á hverju þið segir það, vegna þess að ég bara sé ekki fyrir land sem fór á hausinn út af því að Seðlabankinn gat ekki lánað og verið lánuð til þrautavara. Hvernig myndu detti í hug að gera allar eignir og skuldir bankaskerfisins sem risastórt á Íslandi, þrátt fyrir þessi ekki eins og það var fyrir hrun, bara í erlenda mynt, vegna þess að ennþá erlend mynt, það ekki innlend mynt. Ok, en færum okkur að nýsköpuninni. Þannig svo erum að tala um regluverki og svoleiðis. Já, nei, hugsum síðustu 30 ár sem við gengum í EES. Þú fær tíma, byrju. Okay. Út af því að það sem að kemur mér pínu óvart að mér sagt af mjög mörgum sem að færa rök fyrir því að við erum að ganga inn í Evrópusambandið að það mun hafa svo gott með að varða nýsköpun. Samt allir þeir sem hafa verið frumkvölar á því sviði að segja, nei, ég get ekki unnið undir þessu full batteri. Ég var samt á frumkvölarfundi í gær og þar voru 70% sem sögðu já. Ok, mögulega. Í grósku. Já, ok, það verið áhugavert, sko, en allavega svona þeir sem að hafa verið kannski mest í því að ná árangri, segja nei. Punkturinn minn sá að ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi svona ótrúlega gott Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi, ótrúleg útsjónasemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Ég tel að við séum að fara inn í pólitískt batteri og ég held að það sé helsti munurinn hvort það sé viðskiptasamband eða pólitískt yfirvald. Út af því að mér finnst þér hafa verið að færast í átt að pólitísku yfirvaldi. Draghi-skýrslan og Enrico Letta-skýrslan segja að þeir þurfa að verða með meira pólitískt vægi þar sem að neitunarvald smærri ríkja þurfa að vera minna út af því að þeir geti ekki lent aftur í Ungverjakrísunni og þeir geti ekki verið að taka ákvarðanir þar sem að allir þurfa að vera sáttir. Hvernig hvað með pitchið svona í þessu samhengi í sambandi við nýsköpun? Sko, þú sagðir þetta þú aðeins ótengda hluti hana. Í fyrsta lagi, googlaðu, þú ert við tölunari fram það, googlaðu. Hvað Nvidia með margar skrifstofur innan Evrópusambandsins? Nvidia, þeir þannig að sko, þeir búa til chips sem nota tækni sem kemur frá Hollandi. Ég held að þetta ASM 14 til 16 skrifstofur. Já. Nákvæmlega. Já. Þú veist, fáum bara 17 á Íslandi vegna þess að þetta passar nákvæmlega það sem er gerð í dag. Þeir eru innan Evrópusambandsins allan liðlangan daginn og í þeirra keðju af það framleiða flögur, þú veist, lykil fyrirtækið heitir ASML eða eitthvað svoleiðis og það hollenskt. Já. Það bara sem að sérhæfir sig svona mjög þróuðum chipum. Algjörlega, þannig að þeir eru bara inn í Evrópu 100%. Þú varst að tala um nýsköpun.
Þeir hafa líka vakið athygli á því að það er mjög vont að svona ný sprotafyrirtæki séu ekki að sjá hagsmunum borgið í því og þetta er það sem að hérna Gummi Hafsteins hefur líka verið að færa rauk fyrir því að bara Evrópa er að dragast aftur úr og það sprotar vilja ekki starfa. En Ísland er líka að dragast aftur úr. Eins, en tökum við að setna það sem við vorum að tala um, eða sem við spurðir. Sko, hérna, í fyrsta lagi, við erum búin að vera í EES í 30 ár. Við erum búin að fá endalausar reglugerðir og það verður að segja þetta nákvæmlega sama að við gengum í EES. Þetta verður svo rosalega þungt og eitthvað og þú veist, ég meina, sagan er bara svo að Ísland hefur verið dýnamiska landið bara, þú veist, við hefum verið eins dýnamík og við hefum nokkuð verið bara sinnum 10 síðan við gengum í EES og það er ýmislegt sem er svolítið fyndið að hafi ekki verið til áður komið EES sem svona hefur örugglega verið sagt að vera svona bara algjört rugl eins og samkeppniseftirlit og eitthvað svoleiðis, það bara var ekki til neytenda eftirlitið eða hvað sem Fjölmiðlan já, ég veit ekki hvað hún gerir en það veit það enginn, böggar mig nei, þetta er engin kritík á mig, ég veit það ekki en varðandi Guðmund Fertram sko, hann rekur rosalega flott fyrirtæki og það seldi það svolítið en bjóð til rosalega flott fyrirtæki en það fyrirtæki var fyrir fjármagnsþörf. Þú veist, það var ekki vel fjármagnað miðað við það sem það fengi til dæmis í Bandaríkjunum eða Evrópu. Og ég held að ástæðan sé þeir fóru til Bandaríkjana, algjörlega. En Evrópusambandið lokar ekkert á það. Það er bara algjörlega það sem að evrópsk fyrirtæki gera svolítið mikið og það er eitthvað sem verður að bæta og bara alfarið. En sko, hugsa um það sem eitt. Fyrir Guðmund Fertram, hann var að búa til vöru sem er svo flókin að ef hann hefði komið inn fyrir, þú veist, segjum að þessi bara vísi sjóðurna í næsta herbyggi, hefði komið þar inn og sagt, heyrðu, ég ætla að byggja plástur sem notar fiskróð og það er út af því að líkaminn, og ég ætla ekki að útskýra nákvæmlega hvað fyrirtækið gerir vegna þess að það er flókið fyrir mig kannski, en þú veist, sem er þannig að líkaminn bregst öðruvísi við fiskiróði en öðruvísi róði sem gerir það verkum að sár eru líklega til að gróa. Ég meina fyrir fjárfest á Íslandi, þeir eru allir, þú veist, þeir eru viðskiptafræðingar, þetta er bara vegna þess að fjárfestar eru til dæla fáir á Íslandi, þá getur ekki verið með sérhæfður. Þú veist, þú ert, teknilega segir það sem heitir dumb money, þú ert bara að fjárfesta almennt í öllu og það er sem vísisjóður gerir til með svo í Íslandi. Þannig að þau segja bara, já, ok, ég hef ekki hugmynd hvað það segja, ég hef ekki hugmynd hvort það virkar, ég ger mér ekkert grein fyrir því hversu mikið tíma það mun taka að þróa svoleiðis vöru. Meðan í Bandaríkjunum eða í Evrópu hefur þú farið til vísisjóðs og þú reynt að fara til nákvæmlega þessi vísisjóð sem þekkir þennan geira. Og hvað hefur þeir gert? Þeir hefur komið með partnerinn sem er að fjárfesta allan daginn bara í, þú veist, ég veit það ekki, medical technology eða einhverju svona sem er nákvæmlega það sem hann er að gera. Þeir prófuðu að fara til Evrópu og þeir bara hefðu komið inn og sagt, heyrðu, félagi, ok, förum yfir taktina. Þetta er það sem þeir gerðu. Þeir fóru til Evrópu og til þess að skoða þetta. Ég er ekki dósamálega að vísi fjárfestingu Evrópu verður að bæta sig, alveg 100%. Já, en ég er að segja... Ísland er meira eins og Evrópa en Ameríka, þessu liti. En það var ekki pointið af mér. Pointið var það að sko, það sem hann þurfti voru sérhæfðir fjárfestar sem skildu alfarið bara, heyrðu, ég skil nákvæmlega hvað þetta gera. Ég skil að það mun taka 20 ár og ég ætla bara að segja, ég trú á þetta og ég ætla bara að þolinmóður. Vegna þess að það kannski tekur það 15 ára að þróa þetta og það gerði það. Og svo, það sem svoleiðis fjárfestar gera er að þeir diversifæði sig sjálfur. Þeir fjárfesta í fullt af mismunandi fyrirtæki sem er að gera sama. Þannig að jafnvel þó að það sé algjört longshot, þá er það alltaf lægi vegna þess að þeir eru að fjárfesta í 20 svoleiðis fyrirtækjum. En hefur þetta skánað sér 10 ár? Aðgangur að svona fjárfestum fyrir Guðmund Fertram skiptir alveg lykil máli. Við erum komin í eitthvað nitty-gritty. Er þetta búið að skána eða versna á síðustu 10 árum innan Evrópusambandsins? Þetta voru örgulega skánað einhverju leyti. Nei, þetta er ekki nægilega gott. Þetta er versnað, augljóslega, annars væri Dragiskíslan ekki að nefna. Þetta er eitthvað sem er í Bandaríkjunum. En pointið er að Evrópusambandið búið að versna? Fjárfesta líka í Evrópu, alveg allan dag. Nei, já, ég er ekki að segja það. Við vitum það. Já. Við vitum alveg að fjármagn er að flæða þangað. Hins vegar er nýsköpun eitthvað sem er ekki fyrir hendi og það er vandi. Hún hefur ekki, ég veit ekki hvort hún hefur versnað. Hún hefur versnað, við vitum það. Það stendur í Dragiskíslunni að þetta hefur versnað á undanförnum árum. En þú veist að Ísland er ekki við betra fjárfestaumhverfi en Evrópa. Ég er ekki að segja það. Við erum 400 manna samfélag. Ég er að segja, erum við að fara að veðja á hest sem er að fara að verða betri í framtíðinni
eða verri í framtíðina. Eigin sögn verður þetta verra. Þess vegna finnst mér mjög skrítið pitch. Við erum að fara að veðja á global capitalism. Við tökum ekki þáttið í dag. Þú veist, við nefnum mjög takmarkað. Alþjóðlegi fjárfestar, þessi sérhæfðu fjárfestar sem við þurfum, þeir koma ekki til Íslands út á krónunni. Þannig að það það sem ég sé. Þetta snýst ekki bara Evrópusambandið, þetta snýst að taka þátt í þessu risastóra fallega kerfi sem bara, þú veist, horfðu á Succession og hugsaðu hvaðan, þú veist, bara heyrðu tónlistari í huganum þar. Þetta bara global kerfi sem með getur til að fjárfesta í sérhæfðum hlutum, getur til að fjárfesta í langan tíma, þú veist, bara getur til að mattsa það saman við hvað okkar ambition og fyrir Guðmund Fertram til að hafa það á hreinu ástæðan fyrir að Keresis gekk svona vel eða á endanum gekk svona vel að hann var í lélegu fjárfestingarumhverfi. Ef hann hefði verið í Bandaríkjunum eða í Evrópu þá hann fengið meiri pening og verið líklegri til að takast, en það örugglega því að hann svo rosalega drifinn sjálfur og bara letið þetta gerast. En við skulum hafa það samt á hreinu að hann þurfti samt að díla við umhverfi sem gaf honum minni tækifæri en það sem við getum verið með. Íslandi, en þú ert ekki ennþá að svara spurningunni af hverju þurfti hann að fara til Bandaríkjanna frekar en Evrópu? Því Evrópa viðurkennir sjálf. Ég búin að svara því nokkur sinnum. Umhverfið betra í Bandaríkjunum, bara klárlega. Já, af hverju ættu við þá að vera að veðja á Evrópu? Af hverju ættu við ekki frekar að vera með þennan þessa kviku getu til þess að geta brugðist við aðstæðum, frekar heldur en að fara inn í samband þar sem þetta búið að versna töluvert, þeir sjá ekki fram að laga það og stærsta þjóðin að íhuga það að segja sig úr Evrópusambandinu og evrunni sem mun þá leiða okkur. Eitt flokkur í Þýskalandi er ekki eitt flokkur sem þeir 80 þú veist, hann stærri sjálfstæðisflokkurinn á Íslandi, menn að þetta ekki bara eitthvað. Ef það gerist þá taklum við þá, en heimurinn væri betra að vera innan evruna þá eða verra? Ég bara veit það ekki. Hlaðvarp í samstarfi við Bæjarins bestu pilsur. Þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þið langar í. Þið langar í Bæjarins bestu pilsu og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarpi í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Ég veit það í alveg ekki. Ef heimurinn fyrir að lokast, það að vera innan Evrópusambandsins. Þú veist, ef Þýskaland fyrir að segja, við ætlum ekki að kaupa frá þér. Þú veist, ef Frakkland fyrir að segja, við ætlum ekki að kaupa frá þér. Það sem Evrópusambandið gerir. Þeir þurftu ekki að segja það. Þeir segja bara, við ætlum ekki að vera með fastbundna mynt í samfloti við ykkur. Eins og þeir hafa reynda verið í baráttu við með frökkum alveg frá sérstaklega upp úr svona kringum 70 þegar verið að koma raunverulegur ágreiningur. Þegar evran tekin upp þá náttúrulega, ég held að þeir 2003, 4 árum eftir að evran kom upp, að þá brutu þjóðverjar og frakkar stöðuleika ákvæðin það hversu mikið þeir mættu prenta. Svo brutu þeir það aftur árið 2008, aftur árið 2020. Þannig að við erum alveg að fara inn í bandalag þar sem að við erum ekki með sömu getu eins og Stórlöndin til þess að geta brugðist við aðstæðum, en þeir eru aftur á móti með það. Þetta alveg sko því að mér finnst líka svona salan vera svo með evruna að hún sé bara einhver svona fasti sem að bara ekkert hreyfanlegur og það ekkert sem kemur upp á það getur bara ýmislegt gerst, alveg 100%, það alveg rétt. Já. En það mun hafa meiri áhrif á okkur bara kortið og ef heimurinn að breytast í þessa átt sem þú ert að lýsa, þá ekkert endilega, þú veist, ég held að það sé ekki gott fyrir það hræðilegt, ég sammála því. Getur ímyndað fyrir lítið ríki með engan her og bara, þú veist, ekkert power í heiminum. Ef við í heimi það sem að Marine Le Pen segir bara franska fiska. Já, þú veist, ég ekki spenntur fyrir í alvörunni, þetta bara þú veist, þú verður að vera, það það sem Evrópusambandið snýst svo mikið ég veist, það verða að velta í fyrir mér, sko, veist, fólk segir að bjúrókratan sé rosa leiðileg, þú veist, mæta einhverja fundi í Brussel og þú veist, og það sé voða leiðilegt, alveg 100% rétt, en ég verða að velta í fyrir mér af hverju, og ég held að ástæðan sé að Evrópa þú veist, Evrópa heimsálfa stríðs. Ég meina, hugsaði bara síðustu 1000 ár og 1000 árin þar áður. Þú veist, til seinni heimsstyrjaldarinnar veru. Þú veist, þú varst með seinni heimsstyrjaldina, fyrri heimsstyrjaldina, svo varst með einhver 30 ára stríð og bara, þú veist, Evrópa var fullt af litlum ríkjum sem voru alltaf að berjast eitthvað. Þú veist, bara hverjum tíma í Evrópu síðustu 1000 ár var örugglega eitthvað stríð í gangi. Mannskepnan reyndar in general. Og alveg klárlega það bara eðli mannskepinnar. En hvað Evrópusambandið búið að gera? Þú veist, Ungverjaland síðustu ár, Orbán, þú veist, Orbán með eitthvað vesinn og hvað gerir Evrópusambandið?
kalla á 1000 fundi og bara, þú veist, láta hann leiða svo mikið að hann gleymir að gera eitthvað. Nei, Það í alveg þannig, bara, þú veist, það er komið einhver rifrildi í Evrópusandru og í staðin fyrir það að það sem gerist þetta áður, það sem voru bara einhver lítill stríð, þeir bara kalla það til Brussel og svo bara halda þessu marga fundi að þeim farið að leiðast og gleyma því að fara í stríð. Nei, já, sko það bara í alvörunni svona. Það sem Evrópusambandið gerði var náttúrulega að setja 220 milljónir króna evra sekta Ungverjaland fyrir það að taka þetta hælisleitendum pluss 1 milljón evrur á dag sem að reyndar núverandi forsetir enda að það gerðu líka, þú veist, þeir voru með það voru breiðari ástæði fyrir því þeir voru að, þú veist, þeir sagði að samkynni þeir væru bara vondir og ég minnst svoleiðis og Evrópusambandið sagði bara nei, þetta bara ekki eitthvað sem í lagi og fyrir Ísland þá skiptir þetta ógeðslega miklu máli vegna þess að hvað ef, þú veist, hver okkar saga? Við erum 750 ár, höfum verið frjáls í 80 ár. Það ekkert eðli Íslands alltaf að vera bara, þú veist, við teljum að við eigum góða nágranna núna, en það samt Noregur sem stjórnaði Íslandi og svo Danmörk. Já, ég veit að... Það í sambandi sem segir bara, þú veist, vera bara í alþjóðlegu samstarfi sem segir bara, þú veist, regla númer 1 í Evrópusambandinu að það tekur engin landsvæði annars. En þetta það sem líka búið að fara í tönur því að sko, þið segið að vilt ekki bara strömlínlega... Þetta samt bara ég. Já, ég veit að, en svona, já sinnanir sem ég eins og segi, við erum sammála 90% af því svona, ég myndi jafnvel segja að ganga næri 100% af því hvernig við viljum sjá samfélagið þróast. Aftur á móti erum við ósammála það hvernig við komumst þangað. Það til dæmis að Evrópusambandið hafi sagt að Ungverja 220 milljónir fyrir það taki móti hælisleitendum eitthvað sem við ættum að athuga líka. Núna Evrópusambandið með þetta Fair Share Initiative þar sem að þeir eru að fara að byggja hælisleitendakerfið á því að þeir fá að dreifa því hvert hælisleitendur fara sem ég segja, já, nei, það nú bara 30 manns þannig að þú ert ekki að ágjörð því. Ég segi, já, ok, 30 manns núna, við vitum ekkert hvernig það þróast. Við vitum ekkert hvernig Evrópusambandið að fara að þróast og það að færast miklu nær þessu. Alveg klárlega, en við verðum að taka einhver veðmál í lífinu og staðan á Íslandi... En finnst þér það vera gott veðmál? Staðan á Íslandi sú ég vil taka það veðmál sem gefur ungu fólki sem flest tækifæri og staðan svo á Íslandi að hugsaðum hvernig störf hafa orðið til síðustu 10 ár ég meina, þú veist, túrismin aðal nýju störfin á Íslandi síðustu 10 ár hvað gerir ungt fólk á Íslandi í dag? Það sprotafyrirtæki, flott en ég meina, þú veist hugverkaðin stærsta stóðin eftir nokkur ár? Já, vonandi vegna þess að, þú veist ekki ef við fyrir minni Evrópusambandið held ég. Af hverju? Út af því sem við vorum að tala um. Nei, ég meina, eru að hverfa frá því. Hefur komið til Berlín? Hefur komið til Stockholm? Hefur komið til Kaupmannahafns? Já, við erum búin að fara við það. En ég að tala um, af hverju segir Guðmundur Hafsteinsson sem hefur unnið innan þessa kerfis og okkar helsti sérfræðingur, núna stjórnarformaður hjá Icelandair, þar sem gamla vinnustæðinu þínum. Já. Af hverju segir hann að þetta sé ómögulegt í Evrópusambandinu? Ég held, Mér finnst það áhugavert að allir hægrimenn á Íslandi eða allir sjálfstæðismenn hafa bara sömu skoðun en hún nákvæmlega öðruvísi. Ég veit ekki eins og hvort hann sé sjálfi. Hann sjálfi? Ég veit ekki sérstaklega en skulum bara gefa okkur það. Ok. Skulum bara hringja, ég hef ekki það, skulum ekki gefa okkur það. En allan að þá það samt þannig. Við erum búin að fara mjög óvarlega. Já, ég veit það. Með ýmsar staðhæfingar en ok, höldum áram. Skulum ekki gefa okkur það. En ég meina, þú veist. En af hverju hann? Á móti þessu, þú veist, af hverju segir hann þú veist, Evrópusambandið og hann segir mér þess að ég mun að reyna að tala við stjórnvöld hér á landi og þau bara, ég veit ekki hvort að Evrópusambandið eitthvað pirrað. Já, ég bara veit ekki hver hans skoðun Nei, en vegur það ekkert inn í þínar athuganir með þetta að svona stóri frumkvölar, Hilmar Vegar, hann komin í Áfram Ísland. Þetta maður sem að, ég talaði við hann fyrir örfáum mánuðum, hann var nú valla bara að nenn að tala um pólitík, hann vildi helst bara vera svona hérna. Þeir sjá svo mikið, svo mikla vá í þessu að þeir segja, nei, ég verða að koma inn í þetta. Ég veit ekki alveg, þú hefur þína eigin skoðun. Þú myndar þína eigin skoðun byggt á því sem þú heldur sjálfur. Og svo myndar einhver aðra skoðun. Og ég meina, þú veist ekki af hverju að mynda sína skoðun. Þú veist ekki hvað það í raun og veru. Ef hann myndi segja mér eitthvað sem væri bara algjörlega, heyrðu, ég bara útskýrði fyrir þér og þetta bara eitthvað sem lógískt og þá myndi ég kannski bara skipta skoðun. En ég get ekki skipta skoðun bara vegna sem einhverja aðrir hafa þá skoðun. Vegna sem maður veit aldrei, hvernig myndar fólk skoðun. Ég veit ekki hvað sálgreini. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig fólk myndar skoðun og ég ætla ekki að fara út í það, það er bara að giska. Ég ekki að segja það. Ég að segja, af hverju telur þú að þeir hafi svona litla trú á nýsköpunar
og frumkvöðlastarfi í Evrópu. Ég Já, ekkert að reyna að þeir ættu klárlega ekki sálgreina vera þá það. eitthvað, hvernig þeir ættu fá sína klárlega ekki skoðun. verið með það. Það þannig að Ísland í 37. sæti af einhverju úttekt sem Ísraels fyrirtæki gerði og gerir undir á hverjumst ári fyrir sprota umhverfi og megnið af Evrópuríkjum sem í Evrópusambandinu eru fyrir ofan okkur. Þannig að umhverfið betra. Já, En það ákveðið svona, það alveg rétt hjá þér að Evrópusambandið og Evrópa hefur ekki verið með góða ímynd á sér síðustu ár, sérstaklega þegar kemur að sprota umhverfi og nýsköpun og svoleiðis, vegna þess að það alltaf að gerast í Bandaríkjunum. Og það klárlega vandamál. Já. En það líka vandamál fyrir Ísland og alveg eins vandamál. Og þannig að fyrsta lagi En regluverki vandamálið. Þeir segja það sjálfur. Það AI-Act, það DSA, það DMA, það NSI 2 sem þetta nýja og svo þetta með nýju GDPR persónuverndarlögin sem við erum reynda búin að innleiða gennum EES og reyndar Hjálmar Vilhjálmsson hafði rétt fyrir sér, ég hafði rangt fyrir mér þegar ég ræddi við hann þar sem við vonum að ræða þessi mál og ég sagði að þetta væri mestmegnis ekki innan EES. Það kemur svo í ljós að þetta kringu 70% sem í gegnum EES sem ég hef miklar áhyggjur af og ég hugsaði bara, ok, shit, við þurfum að fara að standa í lappinu gagnvart EES. En og nei, ég vil ekki fara úr EES, ég bara segja við þurfum að standa í lappinu gagnvart í að innleiða allt. Ég hef aldrei gert sem frumkvöld. Hvað? Ég hef aldrei hugsað reglugerðir. Nei. Ég hef bara aldrei hugsað það. Líka búin að vera í Bandaríkjunum? Nei, ég er líka búin að vera í Evrópu. Ég bara veit ekki að hvort auðveldara? Ég bara Þú veist svarið þessu. Já, það ákveðið vandamál að það betra að fá fjárfesting í Bandaríkjunum. Það eru fleiri tækifæri í Bandaríkjunum. En fiskur lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. En pointið mitt að þessir fjárfesta líka í Evrópu. Þannig að þú hefur meiri aðgang að þeim fjárfestum innan Evrópusambandsins en þú ert á Íslandi. Þannig að þetta er svona ákveðin stigsmark. Þú veist, já, ef þú ert í Palo Alto í Bandaríkjunum eða New York í Bandaríkjunum, þá ertu í bestri stöðu til að ná til þeirra. En þessar skrifstofur þessi fyrirtæki eru líka með skrifstofur í Berlín, í London, í París, í Amsterdam og svoleiðis og þeir að fjárfesta þar. Þannig að það innan þeirra fjárfestingastefnu. En Ísland ekki innan þeirra fjárfestingastefnu. Þannig að þegar íslensk fyrirtæki fá fjármögnun hjá þessum stóru sjóðum í Bandaríkjunum og Evrópu, og þeir gera það vissulega, það er bara alveg klárlega þannig að mörgum hefur tekist það, þá það oft bara með því að gera lítið úr Íslandi. Þú veist, bara segja, tekjunir eru erlendar. Þú veist, já, við erum einhverja starfsmenn á Íslandi, en það samt, þú veist, óvissan mjög takmörkuð þar og við fáum gott fólk. Fólk alveg til að kaupa það vegna þess að, þú veist, akkur eru ekki trúa því að það sé gott fólk á Íslandi. Það bara algjörlega seljanlegt. Þannig að okkur eru ekki gefin sömu spil og fyrirtæki í Evrópusambandinu og fyrirtæki í Evrópusambandinu vissulega ekki gefin sömu spil og í Ameríku. En við erum ekkert að fara í gangi í Ameríku. Það bara ekki valkosturinn. Valkosturinn hvernig við getum komist nær þessum stóra global kapitalisma heimi. Og þú veist, ef það væri einhver rosa vinstri sinna, þú veist, ef það væri einhver bara lengst úr vinstri grænum eða eitthvað svoleiðis hérna með okkur, þá myndum við kannski segja, ok, ég veit ekki akkur ég hef áhuga á því. Nei, en sjálfstæðismenn, bara akkur hafa sjálfstæðismenn ekki áhuga á þessu? Í alvörunni? Vegna þess að ég alveg sammálaður að þetta gallað epli. Ameríka líka gallað, alveg 100%. Þú veist, heimurinn allur gallaður. En þetta betra en þess að við erum með í dag og þeir að vinna því líka, þú veist, Draghi-skýrslan snýst ekki bara að segja að þetta vandamáli og svo bara skýrslunum skilað. Draghi-skýrslan snýst að nýta tækifærin sem í þessum 1400 miljardum dollara eða evrur eða hvað sem það var sem þú sagðir af pening, þú veist, af fjárfestalegum pening sem í Evrópusambandinu. Sem ekki að takast, hann kom ári eftir að skýrslan kom út. Rólegur, skýrslan rétt, þú veist. Já, en svo hlutir gerast hægt. Hann mætti samt og sagði og drullaði yfir Evrópusambandi fyrir það að vera ekki. Eins gott að hann gerði það. Hvernig færðu fólk til að hreyfa sig? Þú drullar yfir þá.
Ég meina, þú veist, ef það væri þannig að það væri enginn að drull yfir þá, þú veist, þá bara myndi ekki gerast. Vandamálið kannski að það hefur enginn verið að drull yfir þá. Þannig að hann sér sína stöðu sem bara bætum þetta. Já. Og bara, þú veist, ég veit það ekki, við kunum bara búið til einhverja samlingu hérna, þú veist, kallaði epli, en ef það eina eplið sem til boða, þá bara verður ákveða, vill ég epli? Hvernig fannst þér þessi samlinging? Var þetta algjör vitleysa? Þetta var fínustu lokaorð. Viljum við gallað epli eða ekkert epli? How do you like them apples? Nei, en í alvörunni, þetta er tækifæri, þetta er flott tækifæri. En nú er spurningin. Já. Nú erum við búin að ræða djúpa hluti. Já. Og nú erum við búin að hugsa þú veist, hvernig við komumst nær því að búa til tækifæri fyrir ungt fólk. Og algjörlega galla Evrópusambandsins. Það er bara ekki, þú veist, þetta er ekki ógallað, alveg 100% ekki. En spurningin er bara, hvernig búum við til meiri tækifæri? Við erum ekki að fara að taka aðra mynd. Og myndin þú veist, ég held að við séum alveg sammála það, að við þurfum aðra mynd. Ég held að það var alveg fórsendir sem við vorum bara sammála Það er valkostur, og hann gefur okkur aðgang að þessum risa markaði. Og þá meina ég ekki Evrópumarkaði, ég meina bara þessum global markaði af fjármagni, af fólki sem bara segir, heyrðu, ég er með fjárfestingarstefnu, hún segir það, Evrópusambandið innan þessar fjárfestingarstefnu og ég nenni ekkert að pæla inn í öðru. Þú veist, það var réttið bók sem segir bara hérna er verðtryggingin, við erum búin að leysa þetta á Íslandi. Bara ferði í hádegismat og segir, heyrðu, ég hef ekki tíma fyrir þetta, ég nenni því ekki. Nei. Þannig að hvernig búum við til tækifæri til þess að þú veist, bara step up your game í alvörunni. Já. Nei, ég meina eins og segi, við erum alveg sammála. Við erum sammála 100%. 100%. Nema niðurstöðuna. Já, nema í rauninni bara næstu skrif, held ég. Já. En svo er það líka þannig að við erum ekkert að, þú veist, þetta er ekki spurning það að gangi í Evrópusambandið eða neina leiti, bara spurning það, þú veist, ætlum við að sjá hvað í boði. Vegna þess að það er boð, býttu. Sko, þetta finnast með ykkur Evróp, nei, býttu þú aðeins. Nei, þú ert búin að tala um í 20 mínútur. Finnast með ykkur Evrópusinnuna er alltaf þetta svona, að þykjast ekki vita hvað er í gangi. En sko, býta þess. Þú ert búin að vera að fara rauk fyrir núna að þetta sé allt betri í Evrópusambandinu og svo já, en við skulum ekki glemma því að ég veitir henni ekkert hvað þetta snýst fyrir henni sé hvað er í pakkanum. Ég tel mig veit ég ýmislegt. Já, ég er sammála. Staðan er svo að það er búin að segja okkur hluti í 25 ár. Evrópusambandið er þetta, það er að fara að taka fiskinn okkar, það er að fara, þú veist, þetta. Og ég hef engar sérstaklega trú á því. Ég held að við getum samið alla þessa hluti. Ég held að fyrir Evrópusambandið sé bara spurning úti sem segir bara, heyrðu, þú veist, Noregur og Ísland, þeir sætta sig ekki við þessa stefnu í sjávarútveginum og hvernig það virkar. Ætlið að búa til eitthvað sem virkar fyrir þau lönd. Það er undirliggjandi spurning. Þannig að þú myndir segja nei og við myndum ekki fá varalegar undanþágur í sjávarútvegsmálum. Sko bara ekki einn einasta fisk. Við ætlum ekki að gefa eftir einn einasta fisk. Í alvörinni? Það er svona forsendan. Ég tala ekki fyrir neitt annan en mig, en það er forsendur af mér að við ætlum ekki að gefa eftir einn einasta fisk. Varalegar undanþágur? Ef það þýðir það, þá þýðir það. Okay. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps er HD. HD er íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta er bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna er mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt, lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Pointið er að það er búin að segja okkur hluti í 25 ár. Það er ekki hægt að fá ásættanlega niðurstöð. Það er ekki hægt að, þeir eru að fara að taka fiskinn okkar. Hollenska þingið var nú bara að segja, það er ekki séns. Já, ég veit það. Það er ógeðslega mikið af fólki í Evrópu sem er að fara að tjá sig. En það segir ekki hver niðurstaðan er. 146 þingmenn af 150. Ég veit það. Er ekki bara 1 og 1. En veistu hvað ég ger í samningaviðræðum? Ég pönkast í fólki. Ég segi bara ýmislegt, það segir ekkert hver niðurstaðan er. Pointið er að það er búið að segja þetta í ógeðslega mörg ár, 25 ára, það er ekki hægt að fá niðurstöðu. Þannig að það snýst ekki að sjá beint, það snýst bara það að við erum búin að segja okkur svo margar hluti. Og þú veist,
eina sem rétt það sem stendur í samningum bara það sem ákveðið. Allavega, ef að það niðurstaðan, þá allavega vona ég að þú verður í sendinendinni þegar við fáum nei við því. Ég Takk aðeinslega fyrir að koma, þetta var hörku gott hjá okkur. Vel gert, þá getur næst.